Pétur, komnir aftur í úrslitin, hvernig er tilfinningin? Bara ótrúlega góð. Þetta var alveg, eftir leik 2 úti var alveg mjög svona, mikið hvað segir maður, bara svona tóma tilfinning í manni einhvern veginn. Þetta var, mér fannst þetta, við vorum ekkert búin að vera frábæri, mér fannst það smá svona ósanngjarnt og þannig var tilfinningin að við værum 2-0 undir. Og náttúrulega bara erfitt að koma tilbaka og vinna 3 í röð á móti svona liði þótt að þeim vanti sterka pósta og allt það skilur við. Það er alltaf bara 5 leikmenn inn á vellinum og þeir eiga ansi góða 5-6 djúpa þótt að þeir séu núna bara hérna sko. Já, ég er bara gríðarlega ánægður að hafa klárað þetta eftir þessa hólu sem við vorum búin að grafa okkur í sko. Hversu mikilvægt var að vera með leik 5 hérna á heimavelli? Bara mjög mikilvægt og já, það sýndi sig að við vorum að reyna að vinna alla þarna undir restina á tímabilinu til þess að einmitt fá af því að við sáum að þeir voru þarna og við vildum vera fyrir ofan þá til þess einmitt að fá þá hérna heima og líka bara af því að sagan er þannig að þeir eru vinna okkur hérna síðast í leik 5 og við vildum alveg smá hefna fyrir það og bara gaman að geta gert það. Það er trill stemning allan leiki, þetta byrjar einhvern veginn þegar komið inn eftir uppbytun 10 mínútur í leik, korter í leik, þá verður allt geðvist sjúkt hérna inni sko. Já, það er yfirleitt þannig að þegar við erum búin að taka okkar hérna síðasta fund og komum hérna inn saman að þá tekur allt húsið við sér og undan því eru þeir sem byrjaði sko örugglega svona 50 mínútur fyrir leik að syngja og tjanta sko þessi miðja þarna. Þannig að ég er bara allt rosa og allt þetta fólk sko og sérstaklega þess að sem er í miðjunni endalaust að syngja og tralla og já, líklega hásir á morgun. Hvernig fagnar þessu kvöld? Ég veit ekki hvort að við förum kannski eitthvað og borðum saman eitthvað en svo er það bara og svo bara hérna er það í rauninni bara endurheimt. Við fögnum þessu kannski ekki ómikið en við erum mjög ánægðir með að vera komin í þessa stöðu og það er alveg gleðiefni og menn verða að taka því þannig að þetta er ekki sjálfsagt að komast ár eftir ár í úrslitin og menn verða að fagna því bara og það er þannig en eins og ég segi við bara undirbúum okkur fyrir annað hvort Val eða Grindavík á morgun og já, sjáum hvort við fáum heimaleik eða þurfum að fara til Grindavíkur. Takk fyrir þetta.